Jammi.net World Cup Edition og það eru stóru byssunar kallaða fram þeir sem vita allt HM. Mækari, velkomin. Beint frá Miami. Ja, ég enda mætt hérna sko úr flugvélinni basically, ekkert eðlilega þreyttur á mánudaginn þegar þú ert til 3 daga frí. Ég var mætt 2 tíma eftir. Núna, ekki? Jú, ég er ekki að það búin að jafna. Og svo það sjálfsög Auðun Blöndal, veitingastjóri og skemmtikraftur. Það gengur vel á fósunum, til að mikið með það. Takk fyrir það. Geðveikt. Það var mikilvægt fyrir okkur í gær að Englendingar fóru áfram. Þetta er heimaðallar Englands. Og þú ert með þetta þarna, er það ekki ef England er yfir þá happy hour? Það er rétt. Já. Hárrétt þér. Og svo er það gilsarinn sem fenguð þekkinguna. Já. Og fenguð HM þekkinguna. Ég er búin að liggja yfir HM, sko, ég hef gert neitt annað. Nei. Og mætir að sjálfsögum með próteinið. Já, það er prótein. Já, ég er núna, komin í Tennikött. Nei, tennibölk nú. Já, svo tennikötti kikkar inn svona í... Ertu ekki að fara á Alicante? Jú, 14. júlí. Það er vera með... Já, ég sé þið eitthvað þar. Það er gott að hafa mækana með mér það. Ég sé þið eitthvað þar. Kilt okkur niður í einn kaldan, verð steinum. Já, mér finnst alltaf að taka kaldan þar, sko. Jú, ég er ekkert að spáða hvað þetta er. Já, það fyrir svitla við að taka kaldan annars. Já. Jæja, við slungur að heiðalir. Strákar, fyrsti leikur, við ætlum að byrja á Spán Austuríki. Já. Þetta er leikur. Það er náttúrulega þinn ykkar maður, þjálfur Austuríkis, hann hérna... Ralf Ragník. Já. Gegenpressen. Og Mækarinn og Blöðun, elskuðu hann og líf. Ég elskaði Gegenpressen. Nú, Já. Já, sko það sem ég elskaði við hann og ég stend við ennþá í dag því ég er alltaf að fá að vera að skjóta eitthvað á mig þarna hvort sem að þungaugtin eða doktorfútból eitthvað að allt sem að Gaurinn sagði var rétt. Já, það rættist. Ég hef þetta aldrei mættið þungaveitunum skotið á því með ég átt skotið á þér, sko, en ekki við það, sko. Nei, Ralf Ragník. Ég er Ralf Ragník maður. En allt sem hann sagði var rétt. Það þurfti að taka hann á klúbb og bara open heart surgery. Og ég meina hann er með fínt jobb í dag, verðist vita eitthvað. Já. En hún hefur verið riðið í munnin í dag. Það er það sem er að fara að gera þetta. Þeir munu ekki eiga breyk í eina sekúndu. En helst ekki líka Spánverjar myndu rústa Kappi Verdi? Jú. Ég vissi ekki svona af þeim leik, ég horfði ekki svona á hann, sko. Líklega hefði ég tippað á Spán það, ég hefði ekki neða það. En þetta er alltaf, þeir vinna þetta alla með 2, þetta er alltaf mínus 1,5 Spain. Þetta er Lamine Yamal og þarf maður ekki að setja á af því að það sem ég fíla við þessa heimsmeistarakeppni að stóru byssurnar eru að mæta. En hann er ekki mættur. Nei, þessna held ég að hann gæti mætt. Já, en hann mætti, en munurinn á honum og mörgum öðrum þessu stóru, hann mætti meiddur í mótið. Og þið munið alveg eftir það að Beckham mætti meiddur í mót og fleiri stóru. Það er ekki alveg það sama. Nei, þá bara, þú veist, þetta er svo erfitt mót að þú getur ekki til að mæta meiddur inn og ætlar eitthvað að spila inn í mótið. Sérstaklega með hamstrengsvesen, sko. Það er ekkert sem er meira vesen en hamstrengs. Ég er sammála Gilsarunni, við ætlum kannski ekki að nota orð Gilsarunni svona frá því á það, en ég er alveg sammálunum að Spán vinnur hérna leik. Það er eðlilegt að segja bara þeir rústa. Já, til dæmis. Ég orðaði en ég held þeir rústa mig, en þeir eru búin að vera lélegir og ég held að Spánverjarnir fara ekki langt á þessu móti. Ég held þeir fara í mestalegi 8-úrslit, en þeir vinna í dag. Ég held að Spán taki þetta mót niður. Sokki Mækarna. Nei, þeir gera það. Þeir eru bara að koma sér í gang. Mér finnst það bara ekki, ég er sammála Mækarna. Við erum svolítið sammála í dag. Þeir eru bara ekki nógu góðir. Nei, þeir eru ekki nógu góðir. Það vantar eitthvað í spanska liðið. Í milli sendi sokkin á okkur bara. Sendislausir, hálfsendislausir, Nico Williams, alltaf eitthvað meiddur líka. Þetta voru kantmenni sem bara unnu mótið fyrir þátt. EM. Rodri er ekki sami leikmaðurinn. Þetta lið er bara ekki. Nei, ég segi 8-úrslit tops. 8-úrslit tops. En þeir vinna Austuríki í dag. Hvað er þetta þá? Hvað er það að sjá þarna? Er þetta mínus? Ég sammála Gilsarunum, mínus 1,5. Gilsarunum mínus 2,5, sagði það? Nei, mínus 1,5. 1,5 og Lamine Yamal to score væri gaman. Og Austuríkisliðið. Við setjum þetta í eitt seðil saman. Austuríkisliðið bjarga sér á þessu segumarki hérna, eða jafnunarmarkinu móti Alsír. Sáu það? Já. Það var rosa. Þetta var náttúrulega mjög spes. Máli er að markið er samt það flott. Jú. Að þú getur ekki sagt þér að við leiftum að skora. Nei, alls ekki. Þeim bara einhver fáraleg sending. Hann er einhvern veginn að skalla á haldunum inn á. En máli er að þegar hann skorar Mahrez er heiðilegasti gæi í heimi, kannski fyrir utan mig. Og þegar hann skorar að þá eru þið brjálaðir samherjarnir brjálaðir, láta hann heyra það sko. Skora þarna mínútur því að með því marki var hann að fór spá líka svipurinn á hann. Þeir mátti ekki taka mátti ekki endi í þetta öðru seti. Þeir eru þannig á þriðja. Spáði verið að spila fótboltaleik og skamma samherjarnir fyrir að skora. Það er bara gengur ekki. Þetta er fáraleg regla. Myndir að því og einhvern veginn og einni mínútu náðu þeir að fara upp og jafna leikinn. Þetta er smá samsættiskenningar þetta en leikurinn fer 3-3 og var truflaður. Og þetta jöfnunumarka það er ekki hægt að segja neitt annað heldur en það hafi verið frábært. Þeir fóru áfram, en þeir fóru Spán,
það var ekki neitt annað en möguleiki fyrir þá og þeir fara heim í kvöld engin séns að ná að loka vörninni og fara í framlengingu og vító engin séns á því Jú, með að spánur er það að spila, það var það séns Herru, svo komst ég nú bara einu hérna í gær ég skal viðurkenna það að þessi þáttur kemur út í dag, ekki? Jú Já, ég átti í gær einn versta tippdag ævi minn Já, ég held ég að hendi svona góða 14 seðla á Dategate Það var alveg sama hvað ég reyndi Hversu heimskur ertu að veðja? Ég er þetta upp í gær Ég hef búin að vera góður rönni Hversu heimskur er þið? Getur þetta ekki bara verið óhefni líka? Ringdu og getur ringt þjóðat með númer 75 Þú ert alltaf búin að þrítryggja það maður Það er alveg sama hvað það Hvernig er Mike búin að ganga í þessu móti? Já, ég er búin að ganga ágætlega Sko Mike Mári var kjátt nú, En allavega En byrju, hvað var það? England vann, þar þurfti Ég var naflinn Hann tekur alla leikina á fórsunum með mér Við vorum með 9 hotn í leiknum Kane to score, England to win Við þurftum 1 hotn Já, ég veit, ég ætla að benda þess Við höfðum hálftími Ég ætla að benda þess að ég elska þig Kom ekki 1 hotn í hálftíma? Það er óþólandi Mækan elska þig, hann er bara komið með lífsveikir Mækan Rashford Ég er svona er þetta ekki leikur sem Rashford skoraði? Hann skoraði ekki Ég var með Jude Bellingham Hann fekk nú færin Hann skoraði ekki Svo bara, þetta var bara Svo voruð við með Senegal líka Ég var byrjað að, ég var bara grenja og hlátri heima 850 í gerð Þar hér ræpa mín áfram Ég var með Senegal win Ég var heldur kokki með 85 Senegal eða játefli En það sem ég ætlaði að segja, ég elska nafla líka En ef þú ætlar að græða peninga á einhverju svona Hringdu bara Mækan Nei, bara ekki hringið naflan hafið það neðst niðri númer þess, hann vinnur aldrei Hann er ekki efstur í bettleiknum Hann vann reyndar barðunum bröð Já, hann teipaði alltaf 1.20 allan veturinn og vann og gaman sko Hann vann samt 20% ávöxtun sem nafnin að segja það sko Já, en hann fekk bara 0 krónu fyrir það Nei, það var ekki svo velun fyrir það leik Það er velun afvent í byrjun næsta tíma Ég veit ekki hvort að hann verði í þeim þætti Ég var heldur sáttu og býði með 20% ávöxtun á ári Mækari Ég hoppaði á 0-1 Já, en málið er það þú ætti bara að setja á England í gær og þetta Kane en hotnin Mér er staftileg, ég ætla að benda ykkur eitt núna að þið eru að fara að taka hana fullt af seðlum á næstu dögum Takið hotn, það er mikið á hotnum þú ættu að vera óöppið þarna Sleppið spjöldunum Bara alls, það er bara undir spjöld Þeir bara spjaldi Þeir eru að láta leikina ganga sem ég fíla Nei, þeir eru búin að breyta dómgæslinn í 32 úrslit Þetta var trublu dómgæsla í riðlunum Það voru 2 peysutók í leik Bandaríkjanna og ekkert en við klárum áður en förum í næsta leik þeir í riðlinum þá bara ekki dæmt á neitt ég elska það þeir breyttu ykkur en lágurslunum í 32 úrslitum nú er dæmt á allt það eru 50 aukaspyrnur í leik en þeir bara gefa ekki spjöld eins og þetta segja þannig að mörg brot í leik fá spjöld það eru góð bett núna Strákar, en spátnu vinnur mínus 1,5 en nú er það komið að ykkar manni þið dyrkið hann og talið endalaust hann Ronaldo það er ykkar tveir dyrkan er það ekki? Þetta er bara hægt að bera virðingu þetta verður örgasti sigur Portugal í sögu þeir eru búin að vera ekkert eðlilega að slappi líka þessi leikur hræðum alveg sko en Króati er trúlega lélir þeir unnur samt 2 í röð Króati en voru sko, þetta var Portugal í gang og þetta verður a walkover ég vona, ég held með Portugal Hvað er Forsinn vill á Portugal spánin 16 Hvað er gilsan að spá því að Ronaldo setja hann það? Sko, ég var eitthvað að dúlla mér í því að púsla því hann inn og Jamal og svo allir einhverjum að púsla ykkur meira og ég skeit bara eitthvað við getum sett allt sem við viljum saman við setjum bara 1 á hvern leik við förum í það ekki mæta þetta í stúdíu og fara að eigið líka strax segir bara Portugal win ég er sammála því, ég held að Portugal nái leiknum sínum í dag og þeir vinni ég er ekkert þessum að Ronaldo skori getum við ekki sett svona einn flipseðil að sem bara Portugal win og Ronaldo skor þetta er hjá mig punktinu, kannstjórnar það er svolítið eins og að viti hvað er að gera þeir sem eru með þessa síður því að ég ætlaði að setja á England í gær og Kane to score 1,8 það er bara ekkit it doesn't tickle my feathers ég þurfti að bæta hoppnum við og þá náttúrulega fór þetta það er bara málið sko Gustav from the Future sem er besti bettari ekki á Íslandi heldur bara í heimi hann sagði mig að mestu sko fíklarnir og sem tapar mest fara alltaf í horn þannig að hann sagði með það nei, ég finn það fyrir þau en ég er að minka hann segja Mike sem mest í fíkillin og tapir mest það er enginn tekið bara hotnabett á Mike í lífi erfið til að betta er hotnin það er bara langt skemmtilegast það er skemmtilegast að fagna hotnin nei, þú getur líka það var bara leikur hérna í fyrradag man ekki, það var heldur kvöldleikurinn eða nætuleikurinn og
ég bara hugsa okkur var maður ekki með hotnunum þá fengu þeir munið eftir þessu, þeir fengu 5 hotn í sömu sókni, bara í restina þetta var núna á þriðjudagskvöldið heldur þetta að vera næturleikurinn 5 hotn í einni sókn? Já. Þá hefði verið gaman að vera með English þar félagarnir Já, út af því að voru bara komin það voru komin 7 í leiknum og þetta var í leikunum þar sem það var í frakkaleiknum heldur það í frakkaleiknum og málega það, ég menni það kjóm bara 5 og getur alltaf, þú veist, þarna var bara 8.15 mínúta hotna bætti ekki að detta svo kom bara 5 en þú fara en svo eins og auðilendi svo getur lendi því, það kemur ekki eitt helviti sótt í hálf ég var lendi því ég fengi að heilan hálfleik en Portugal, Króatía, þeir séu bara walkover ef við tökum aðalseðilinn þá setjum við einna Portugal en okkur menn svona öryggir að Króatía ég held bara Portugal vinna þá, ég sammála strákur helviti harður á móti Króatur Króatar er enda mest að HM lið bara söguna síðan Lýstu vel á Króatar? Mér finnst bara Portugal ekkert samferðandi ef ég væri að fara að betta á Króatíu þá myndi ég setja X2 það er annað hvort að setja Portugal eða X2 Króatíu ég ætla að þeim ekki kalla þetta þið eru sérfræðingarnir strókar það er leikurinn svo Sviss, Algería sem er eiginlega svolítið repeat frá Austuríki Algería myndi ég segja þetta er ekki ósvipaður leikur spennandi leikur það er 3-8 hjá mun vaka ég er bara að sofandi í ykkur 6-7 klukkutíma þessi leikur byrja þú ert bara að vakna þannig að þú ætlar ekki að horfa á Portugal Króatía að þú ert að halda þá rútín þá er ég bara að sofa í 2 tím hvað hengir þið? veistu hvað gaman að vakna veistu hvað gaman að vakna í fyrramálið opna síman, hörðu, Portugal 3-0 Big Game Ron með 2 ekki að horfa á hana ætlar ekki að horfa á Portugal ekki að koma fram með háttatíma eðurlega geti það ekki það er HM og það er 50 dag ég þarf að vakna 5:40 þetta er alvöru ægi ég þarf að klípa í einhvern svona skaf í júli það er ekki með að finna í fyrir blöð á morgun leikurinn er 11 og ferði bara svo klukkan 1 sérna Bjarki Hinriksson hann mæti feskur í fyrramáli þessi klukkan 7 þú getur að vakna 1 þú getur að sopna klukkan 1 veistu hvað gaman að ég ætla að vakna rölda fram í sólskálan ná mér í kaffi opna síman 3-0 Portugal Ronaldo 2 finnst þið það skemmtilega það er skemmtilega að horfa á leik það er eiginlega skemmtilega eina sem ég ætla að segja ég er ekki búin að sjá alls í þessu móti við vitum alveg hvernig Sviss er þetta ekki trublaði stöld 2,04 jú, það var gefins ég fekk gott bettir að ég sett á Sviss á móti Kanada þá áður að blöðan heitur þannig að ég ætla að halda það áfram Sviss vinnur alsir og Sviss takki þetta bara vinnur ekki bara Sviss alsir? Jú, 100% ég held að þú í miður allsýringar við fáum þetta á 5 í stöðulega ég held að þú ætti að taka bara regluna sem við ætlum í fyrir blöð að vera ekkert að reyna að beina þetta er 7 í stöðu við erum minnst 1,5 á spá ef þetta var streitvinn og alla þá var þetta samt 5 herðu, seðillinn, ég ætla að líta þannig út fyrir þá sem er að hlusta ekki að horfa, það er spátt mínus 1,5 Portugal vinnur, Sviss vinnur þetta er góður steg 7 í stöður góður stöður þetta er bara góður segð það er herri stöðull á Sviss heldur en Portugal það er sem er skrítið ég er allsir svona góður ég ítrekka, ég hef ekki séð allsir en út í að það er strákar allsir er allt í læsand Sviss eru bara öflugir já, þeir eru öflugir Sviss er í 9. sæti á FIFA-listan 9. sæti þetta gæti samt alveg leita í framleikingu þessi leikur sér að það er ekki hár stöðull á jafntefli strákar, út í við ætlum að klára þetta út í þætti dagsins þá er Gilsarinn komið góðan punkt og það er besta deildin hún er í dag og hann kom með góð pikk, Gilsari, þú varst með þetta á lás þú segir að þetta sé á lás ég minnst þetta bara nokkuð einfalt þetta er bara Vægs og Káir vinna þetta segir sjálft í runni ég er að fara á leikin þannig að ég er að velta fyrir mig þetta er bara spurningum að handikapi hversu graði við erum á þau þannig að mér langar á Káir minus 1,5 og Vægs minus 2,5 Káir minus 1,5 og Vægs 2,5 og sjá hvað reyndar sem Ægar er komið, fengum okkur bollaðina fram með félagarnir hann vildi menna þetta getur við minst 2,5 bæði liði ég var samt búin að spá 3-1 Káir í þungavættinni fyrir minst 2,5 hvað fá, maður sjá 1,5 1,5 er 2,44 hann vil færi 2,5 ég var til að vera 2,5 á Vægs þannig að hans var Víkingur vinnur með 3 ég er ekki við svona ég held að farið 3-4-0 3-5 þeir verða brjála þeir voru á bekkunum hérna í byggarleiknum þetta er ekkert gefið en ég menna þetta er bara bett Káir, ég horfði á Keflavík Káir
Þórsararnir geta alveg stríkt Káringamann. Ef Káringar spila eins og að gera í Keflavík. Nei, Þórsari geta ekki stríkt KR í dag. Það er ekki áhugjur af því. Þá höfum við það. Það er ekki áhugjur af því, blöð. Þeir eru Þórsararnir harðir, þeir eru meðan harðan og, þú veist, það sem vinnur með þér. Með Sigga Höskulds þarna. Hann er búin að Siggi elskar Sigga en hann er búin að taka 1 stig úr síðust 8 leikjum. Ég tekið svona 300 bjóra með Sigga á hverju, sko. Hann elskar Sigga, sko. En það er samt bara 1 stig á 24 mögulegum, sko. Elskar Sigga. Geggjað, strákar. Takk fyrir daginn. Ég sé ykkur aftur á morgun.